Skoðum nú fyrsta stigs línulegar diffurjöfnur eða með öðrum orðum línulegar fyrsta stigs venjulegar diffurjöfnur. Þetta eru diffurjöfnur sem má skrifa hérna á þessu formi y diffrað pluss p sinum y er eftir q. Y er sem sagt fallið sem við finna. P og q er einhver föll sem eru gefin og þetta verður að vera raungild föll og til þess að við getum leitt út lausnaformúlu þurfa þetta að vera samfelld föll. Nú, sem sagt y er það óþekkta stærðin og það sem gerir þetta diffurjöfnu er að y óþekkta stærðin kemur fyrir og afleiða fallsins kemur fyrir. Þess vegna er þetta diffurjöfna. Það sem gerir þessa diffurjöfnu venjulega er að það kemur bara venjulega afleiðan. Sem sagt við erum að diffra venjulega y með til x. Við erum ekki með hlutafleiðinu með til x eða jafnvel til einhver annar breytu. Þannig að þetta er það sem gerir hana venjulega. Fyrsta stigs, það er bara að það kemur fyrir fyrsta afleiðan. Það kemur ekki fyrir önnur afleiðan eða hærri afleiða. Og það sem gerir hana línulega, það er formið á henni hérna, þetta er y diffrað pluss fall sinum y, ekki til dæmis y diffrað sinum y kemur ekki fyrir í jöfnunni og y í öðru kemur heldur ekki fyrir. Og þannig að þetta er formið hérna, þannig að þetta sé línuleg diffurjöfna. Það er að segja línuleg fyrsta stigs, venjuleg diffurjöfna. Nú, við ætlum að leiða út lausnaformúlu fyrir þessari jöfnu. Og við ætlum að leiða út bara formúlu fyrir hvað y þarf að uppfylla til að vera lausn á svona diffurjöfnu. Til þess að gera það, þá byrjum við að segja að við ætlum að skilgreina nýtt fall r af x sem er eitthvað stofnfall fyrir þetta fall sem stendur hér, fyrir p af x. Það er að segja, ef ég diffra r af x, að það fá ég p af x. Nú, ástæðan fyrir ég skrifa ekki r af x rétt og stofnfallega p af x dx, það er vegna að segja, ef ég myndi heilda hérna, þá myndi ég fá p af x pluss einhver fasti c og hér er ég bara að segja, maðurinn verður velja með hennar fasta c eins og ég vil óákvarðaða fastan. Yfirleitt mun velja hann bara til að vera 0, en við getum valið hann til að vera raunur hvað sem er. Ég ætla að segja hans í lokin, rökstæðans betur í lokin af hverju má velja bara eitthvað stoffall. Þannig að þetta er ekki alveg jafngilt hérna, þó að þessi stundum skrifað svona. Nú, ef ég læti þetta vera eitthvað stoffall, þá ætla ég að skilgreina nýtt fall sem heitir í veldinu r af x. Ok, þetta fall hérna, við vitum að það er örugglega stærri 0. Einfaldlega vegna þess að í veldinu eitthvað alltaf stærri 0. Þannig að þetta er stærri 0 allstæðar sem þetta er skilgreint og þetta er skilgreint allstæðar sem r af x er skilgreint. Þannig að það segjum fyrir öll x í formengi r af x. Og nú, ef ég diffra þetta fall, ég diffra mig til x, í veldinu r af x. Svo ég skoða hvað kemur til því, þá fæ ég veldinu r af x diffrað, það er bara veldinu r af x sinnum innra falli diffrað. Innra falli er r af x hérna, veldið, og merkt af x, nú það er p af x, þannig að hér er þetta p af x sinnum í veldinu r af x. Nú, skoðum aftur diffurjöfnu okkar hérna fyrir ofan. Ég ætla nú að taka þessa diffurjöfnu og ég ætla að margfalda í gegn með þessu falli í veldinu r af x. Í veldinu r af x er fall sem við köllum heildunar þátt fyrir diffurjöfnuna. Það segjum í veldinu r af x kallast heildunar þáttur diffurjöfnunar eða á ensku integrating factor. Margfaldum í gegn með heildunar þættinum, segjum við. Ég er með y mert er eftir pluss p af x snum y er eftir q af x. Þessi jafna er jafngildi að í veldinu r af x snum y diffrað pluss í veldinu r af x p af x y af x sé jafnt og q af x snum í veldinu r af x. Nú, hvað vil það segja hvað þýðir það að tvær jöfnur séu jafngildar? Það þýðir að hafa sömu lausnir. Sér að áður höfum við, þegar við vinnum með jöfnur sem er ekki diffurjöfnur, þá segjum við til dæmis x pluss 2 er jafnt á 4
Þetta jafngilt jöfnunni x er jafnt á 4 mínus 2. Það er að segja, þessar tvær jöfnur hafa sömu lausnir. Og sama er að hérna með diffröfnunar. Ég má margfalda í gegn með einhverju falli, svo lengi sem þetta fall sé ekki 0 neins þar. Og ef-veldinu r af x er ekki 0 í neinn punkti. Þess vegna tókum við það fram hér. Nú, þessi nýja jafna, hún lítur kannski út fyrir að vera flóknar eins og þessi vonum fyrir ofan, en ef við skoðum aðeins vinstri hliðina, þá sjáum við að við getum skrifað vinstri hliðina sem ef-veldinu r af x sinnum y af x og það diffrað. Og hægri hliðina skrifa ég aftur bara sem q af x sinnum ef-veldinu r af x. Nú, af hverju þetta saman? Sér að þetta er margfeldi af tveimur föllum og svo segir það diffrað. Sér að ef við pröfum að diffra þetta, segir þessi ódiffraður sinnum þessi diffraður. Það er þessi ódiffraður sinnum þessi diffrað. Það er þessi hérliður. Svo segir við þessi diffraður. Hvað fæ ég þegar diffra þennan? Ég fæ p sinnum e-veldinu r af x og þá sinnum þessi ódiffraður sinnum þessi hér. Þannig að þessar tvær jöfnur hér eru líka jafngildar. Nú, hvað er ég þá komið með hér? Ég kom með eitthvað fall af x, diffrað er jafnt á eitthvað fall af x. Ég er komið með þetta á þetta hérna form, einfaldasta diffrjöfnun. Eitthvað fall diffrað er jafnt á bara eitthvað annað fall af x. Nú, hvernig leysum við svona diffrjöfnu? Jú, við heildum. Við segjum y er þá stofnfallið af f af x dx. Þetta hérna er þá y mitt í þessu hér notasjón og þetta hér er f-ið mitt. Ok, höldum þá áfram og segjum, já, til að finna það sem er inn í svörunum hér, þá heilda ég báða megin. Nú, þá stendur e-veldinu r af x sinnum y af x er jafnt á stofnfallið af q af x sinnum e-veldinu r af x. Og já, hvað er það sem við erum að leita? Það er vegna þess að er það sem er óþekkt í diffrjöfnu minni. Þannig að við getum einangra bara í þessari formúlu. Stendur af x e í mínus r af x sinnum stofnfallið af q af x sinnum e í r af x dx. Og þá erum við búin að finna út lausnaformúlu fyrir jöfnuna. Nú, bökkum þá eitt skref og segjum af hverju mátti ég velja mig bara hvaða stofnfall sem er. Hérna ég sagði bara að það þurfti bara að vera eitthvað stofnfall fyrir p-vex. Af hverju þarf ekki að hafa alla möguleika með. Já, þetta er þá spurningin núna. Af hverju má ég velja mig stofnfall r af x fyrir p-vex? Nú, segjum að ég velja eitthvað annað stofnfall. Við segjum ég velja eitthvað annað stofnfall. Kallum það r stjarna af x. Nú, hvert er þá sambandi á milli r stjörnu og r sem ég valdi áðan? Það hlýtur að vera r stjarna af x er jafnt á r af x pluss einhver fasti a sem við getum kallað a. A er þá rauntala. Ok, smá side note, bara svo við relaturum við eitthvað dæmi. Ef ég væri til dæmis með p af x jafnt á 2x, þá væri til dæmis stofnfall fyrir það væri r af x jafnt á x í öðru. Og því að við diffra r af x, þá fæ ég p af x. En ég gæti líka valið mér r af x jafnt á x í öðru pluss 2. Því þá ef við diffra r af x, þá fæ ég 2x pluss 0, sem er 2x. Eða ég geti valið mér r af x jafnt á x í öðru mínus 17,4. Já, eða bara r af x er jafnt á x í öðru pluss einhver fasti k. Þannig að þú veist, það er bara akkurat fasta munur á milli allra stofnfallana. Hver sem sá fasti nú er. Nú, ok, ég vel mér þá þetta hérna og þetta hérna stofnfall. Pröfum að setja þetta frekar inn í lausnaformúluna. Þetta hérna er lausnaformúlun mín. Í staðinn fyrir að setja r af x inn, ég ætla að setja r stjarna. Það var með r af x er jafnt á e í mínus r stjarna af x sinnum
heildi af e í r stjarnavex sinnum q vext í x. Nú, r stjarna var svona tengt r-inu, þannig ég get bara sett það inn í staðinn. Þetta þá sama sem e í mínus r af x pluss a sinnum heildi af e í r af x pluss a sinnum q af x dx. Svo nota ég bara veldareglunar, ég má segja e í mínus r af x mínus a og e í mínus r af x sinnum e í veldinu a. Og gera það sama hérna. Bara að reyna að sjá hvað kemur út úr þessu í staðinn. Nú, e í veldinu a fast hérna, ég má taka hann út fyrir svega. Það er að segja út fyrir heildunamerkið. Og þetta hér er nákvæmlega bara 1. Og hvað stendur þá hérna? E í veldinu mínus r af x sinnum stafnfallið af e í r af x sinnum q af x dx sem er nákvæmlega eins og lausnaformúlan er venjulega. Það er að segja að þetta gefur nákvæmlega sömu niðurstöðu. Eitt í lokunum lausnarformúluna. Ég mæli með þeim að fari bara í gegnum skrefin, finni heildina þáttinn margfaldi með honum og svo framvegis, að það er ekki læra hennar formúlu. En lausnarformúlan er stundum skrifuð svona e í mínus r af x sinnum stafnfallið af e í r af x q af x dx. Hér þarf maður að passa að það er margföldun á allt heildi, þannig að þegar kemur óákvarðað fastið út úr þessu heildi þá er margfaldast líka með þessu falli. Og þetta hér er eitthvað stafnfall fyrir p af x, þannig að þetta er nú oft skrifað, allavega í verkfræðibókunum, mínus stafnfallið af p af x dx sinnum stafnfallið af e í veldinu stafnfallið af p af x dx sinnum q af x dx og svo til að muna eftir fastanum þá stundum skrifa mann hérna þó maður sé ekki búin að heilda, segja maður einhver fasti sinnum e í veldinu mínus heildið af p af x dx. Og sjáðu, maður er að skrifa hérna fastan og hvaða fastan áður en kemur hér, jafnvel þó maður myndi svo taka mig hérna og breytir einhver, myndi bara leggjast við þetta hér. En þetta er stundum leiðin til að skrifa lausnarformúluna. En mitt ráð er að muna bara hvernig finnur maður heildir á fasta og fara svo í gegnum skrefin.